Það nákvæmlega sama hvað þú reynir að segja, þér ekki trúað, það gert grín að þér, þetta tekið úr samhengi, þú ert tortryggður, eða þetta jafnvel notað gegn þér. Og við svona aðstæður mjög erfitt að skipta gír og fara inn í annað ferli. Hvernig ósköpunum hægt að rífa sig út úr þessu? Ég meina, það eru margir að tala um það þurfi einhvern veginn að hefja þetta upp úr þessum hefðbundnu pólitísku átökum, maður fann einhvern veginn að undir eins og þingið kom saman hérna og þeir byrjuðu að rífast á þessum hefðbundnu nótum, þá einhvern veginn bara sogaðist allt loft út úr samfélaginu. Og maður heyrði svona á þingmönnum sjálfum að þeir voru uppgefnir. Í rauninni þetta ekki boðlegt. Nei, þetta ekki boðlegt, en það sem vandinn við þetta er svona hópsálar mekanismi. Þetta eru margir einstaklingar sem hér að koma að þessu og jafnvel svona verða hluti af þessu svona án þess að gera sér grein fyrir því. Þannig að byrjunarstigi að átta sig á því að svona leikir eru hluti af átakahefðinni. Og við erum alveg sérstöku í þessu og það sem að íslenskur almenningur þarf, þetta ekki bara ábyrgð stjórnmálamanna. Íslenskur almenningur þarf að sjá þetta, hann þarf að byrja á því að átta sig á þessu, svona leikurinn og hann til þessa og þessa gerður og hann á að hætta að haga sér eins og fótboltabullur á knattspyrnuleik og klappa upp þessa hegðun. En því miður að þá hefur svona svo hefð komið hér inn að það flott að vera töff og það flott að hafa klæki og sjá við einhverjum. Svona tegunda pólitík hentar mjög illa því ferli sem við erum að fara inn í núna. Það eru mjög vandasamar aðstæður sem við erum að fara inn í. Númer 1, við erum að fara inn í þjóðaratkvæðagreiðslu í fyrsta skipti í lýðveldissögunni. Elsti Íslendingur sem hefur tekið þátt í þjóðaratkvæðagreiðslu, hann er 87 ára gamall. Við veljum okkur ekki neitt auðvelt mál. Þetta er mál sem við erum öll meira og minna búin að standa á öndinni yfir og hver höndin upp á móti annarri. Elsti Íslendingur sem hefur tekið þátt í þjóðaratkvæðagreiðslu? Já, það var 1944. Já. Og þá sérðu það, við erum ekki neitt mjög leikin í þessu. Og hún kannski ekki alveg að segja satt þannig Ólafur Ragnar, við talum við Paxman þegar og við talum þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, ég hef orðið lent í svolítilum vandræðum við að standa með landinu mínu þegar kunningjar mínar hringja í mér erlendis frá. Nú, heyrðu, ég vissi þessi, þú hefur aldrei sagt okkur það að þið séu notið svona mikið þjóðaratkvæðagreiðslu og ég hef reynt að vera að skýra þetta. En sko, það bæði þetta, sjáu þið, það þjóðaratkvæðagreiðsla núna Icesave og það skýrslan sem að koma út. Og það ákveðin hætta á því að hún bara hreinlega falli í skuggan undir öllu þessu bríki sem nú áttur að vera þyrlað upp í kringum Icesave. Þannig að núna stendur upp á okkur, það stendur upp á fulltrúa okkar á þingi að byrja að vanda sig og núna verða fulltrúarnir líka átt að segja á því að þetta er fyrirbæri sem er til og er til þess gert að segja þessi deila og drottna aðferð sem er hluti af þessu átakahefð. Alls konar leikir. Þeir verða átt að segja á því að við sjáum í gegnum þetta og þarna höfum við almenningur lýðræðislega ábyrgð. Haukur, vilt þú enda þetta? Já, ég vil kannski nefna það að við þurfum að taka til umræðu netið og takalýðræðið. Sko, það er þannig að á netinu náum við ekki í það fólk sem að sannarlega ber ekki ábyrgð á útrásinni. Við náum ekki minnihlutahópana. Við náum ekki í fólk sem er lítið menntað, með lága tekjur, sjúklinga, öryrkja, atvinnulausa. Samkvæmt nýjustu tölum þá náum við meira sér illa til kvenna. Við náum sérstaklega illa til landsbyggðarinnar sem hefur minni menntun og minni tekjur en höfuðborgarbúa. Þannig að netið er að ná til kallasamfélagsins á höfuðborginu, ungra og miðaldra kalla. En einmitt í uppbyggingaferlinu núna, þá langar okkur kannski í lýðræðinu til þess að ná í hópana sem ekki báru ábyrgð á útrásinni. Og netið er einmitt það öfu. Það hefur búið að vera áhyggjefni í 20 ár að netið er verkfæri þeirra sem hafa menntun og þeirra sem búa sentralt. Og við erum að sjá þá núna hlaupa fram og fá 50.000 undirskriftir með einhverju og þá spyr ég mig, hvað gerist þegar það verða með 100.000 undirskriftir? Vegna þess að þá er þeir konum með helming þjóðarinnar og þá geta netverðarnir mín sagt, sko, ég er með meirihlutann. Er þú ekki beina lýðræðið að ég fá að ráða? Og þá segi ég, já, það einkennir þróuð fulltrúalýðræði að lágværar raddir í þjóðfélaginu geta heyrst
og við viljum kannski ekkert að helmingurinn, þessi 100.000 á netinu, ráði. Við viljum kannski líka að hinir hóparnir hafi rödd. Á hverju ætlum við að hlusta og hvaða form hentar okkur við stjórn þjóðfélagsins þegar til lengri tíma er litið. Af hverju ætlum við að fara í annað lýðræðisform en önnur ríki þegar sko rafræn lýðræði í öðrum ríkjum, það stefnir hvergi út fyrir fulltrúarlýðræðið. Það er hvergi verið að tala um það nema hér. Þannig að það er verið að tala um upplýsingu, það er verið að tala um þáttöku, það er verið að tala um áhrif almennings. En það er ekki verið að tala um að form hinnar endanlegu ákvarðanatökunum breytist. En hér er þeirri spurningu stilt upp og þá segi hvað gerist ef við fáum allt í einu 100.000 undirskriftir þessa hóp sem að þeir virðist vera forréttindahópur. Já, þakka ykkur fyrir Sigurbjörg og Haukur. Við ætlum að enda þetta í Afríku, í Malaví. Við verðum að nota símandaldið þessum þætti og við ætlum að prófa símasambandið við Malaví. Þar sem að Stefán Hafstein hún starfar þar við hjálparstarf og hefur gert síðan að hvarf úr borgarstjórninni hér í Reykjavík. Stefán, sæll vertu. Já, komið sæll Össumöll. Heyrðu, ég ætlaði nú að enda þetta með því að tala svolítið við þig grein sem að þú skrifaðir í Fréttablaðið milli jól og nýjárs. Þetta var nú athyglisverð grein, hún nefndist Nýja Ísland Óskalandi, hvenær kemur þú? Og þú ert svona, pínlítið, má kannski segja að þetta hafi verið svona eins konar uppgjör við ættbálka og klíkustjórnmál. Já, aðal hugmyndin eða tilgangurinn með því að skrifa þessa grein var að halda til haga og minna á hugmyndina Nýja Ísland, því að í okkar landsfeður og mæður hafa í mörg horn að líta þessa dagan og eru í miðjum skurðinum að grafa allan tíman eða moka flórinn, og á meðan þá með ekki gleyma sýninni á það að það fyrirkomulag sem kom okkur í hrunið, það má ekki verða áframhaldandi fyrirkomulag á Íslandi alla framtíð. Nýja Ísland snýst ekki það og það er margt í sögu lýðveldisins okkar sem nú mjög stutt. Lýðveldið á bara nokkra áratugi eins og mörg nýfrjálsu ríkin í Afríku. Og með því að ég verið að kynna með sögu þeirra undanförnum með bí hérna í Afríku, þá hefur satt að segja bara slegið út svita á manni nokkur sinnum að sjá líkindin með Íslandi í sögunni með þessum ríki mörgum sem hafa farið afskaplega illa og lenti í klónum á spiltum ráðamönnum. Og ég get nefnt bara ef ég örfá dæmi og sögu okkar. Munum þegar bandaríski herinn kom, þá fengu örfá fjölskyldur að einoka viðskiptin við bandaríska herinn. Já. Það hét verktakafyrirtæki. Það voru síðan aðra fjölskyldur sem fengu að stunda heildsölu með gjaldeyri sem var naumt skammtaður. Svo var bönkunum stýrt með því að brenna upp sparifé almennings með lánum til vildarvinna. Svo komu gjafakvótarinn í sægreifakerfi og loksins voru bankarnir seldir í einkavinnavæðingu til gæðinga. Já. Þetta líkindi með mörgum Afríkuríkjum er svo sláandi. Og að þessu leyti þá var Ísland eins konar rányrkjubú. Og nú vilja menn þetta halda áfram að því að Ísland er svo ríkt og möguleikarnir til að stunda ábatasum viðskipti og ábatasum klíkustjórnmál, möguleikarnir eru svo miklir að menn vil ekki sleppa þessu taki. Það eru miklir pólitískir hagsmunir á bak við það að ekkert breytist. Þannig að þeir sem voru gráðugir áður, þeir eru ennþá gráðugir og vilja ekki sleppa takinu. Og afkomendur þeirra. Og afkomendur þeirra og þeirra sem eiga fyrirtæki núna sem hafa verið í þessari stöðu, líkil stöðu. Það var nú kölluð helmingaskiptastjórn hér áður fyrr. Hún réði náttúrulega greinilega ríkjum við einkavinnavæðingu bankana en það var líka fjórflokka veldiðin í bönkunum með sínum kommissörum sem úthlutaði lánum og síðan voru menn með útluta stöðum í ríkiskerfinu. Alveg eins og gerist í Kongo eða hvaða öðru Afríkuríki sem sagðan kann okkur frá að greina. En þú talar líka í greininu það hvernig menn eru svona einhvern veginn að stunda hér sé í gangi örlaga þras, menn sé að rífast bara beinleys nánast yfir dánabúinu. Já, og það menn er að rífast yfir dánabúi gamla Íslands, meðal annars að þessum pólitísku hagsmunum og efnahagslega sem ég rakti. Hugsum okkur það ef að hrunið í október 2008 hefði ekki verið efnahagslegt hrun eða heldur eldgos. Þá hefur allir snúið bökum saman og byrjað að bjarga eignum og reyna að koma öllu þannig fyrir engi bæri tjón af. En af því þetta var pólitískt hrun,
ásamt